Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín í sófann eru komnir tveir ungir menn, Gauti og Halldór, og þeir eru í undirbúningsnefnd fyrir Extreme Akureyri sem að hefjast, eða hófst í gærkvöldi, er það ekki rétt? Hófst í gærkvöldi, byrjaði með látum. Þetta er 3 daga hátíð. Og þetta er stökk, hvað heitir hátíðin? Þetta er tvískipt, þetta er tónlist og svona brjálasport. Já, þetta er snjóbrauta og tónlistarhátíð og þetta er eiginlega ekki bara snjóbrautahátíð. Þetta er búið að stækka yfir í það að vera með skíðafólk og snjósleðafólk líka. Eru þið líka með hérna skíðastubbana, eða hvað? Skíðastubba? Nei, skíðaskauta, nei? Ég held að það hafi verið á Icelandic Winter Games. Já. Þeir voru með það fyrir, það er nýbúið helgi. Þið er ekkert að flækja það inn í ykkar. Nei. Þetta er aðskilið batteri. Og þið leggið undir ykkur alveg bara Akureyri, nánast, allavega listagilið. Við reynum það. Já, ég held að fara ekkert milli mála ef maður fer út úr húsi svona í kringum þetta tímabil að við séum mættir í bæinn þegar við byggjum þarna turnin, Eimskipsturnin. Já. Hvað erum við að tala um háan turn? Vitið það? Hann er 15 metrar á hæð og... Hvað, 12 metrar á milli? 45 metrar. Sem að fólk getur stokkið? Já. En í gær þegar ég keyrði framhjá, ég sá engan snjó. Var hann ekki kominn þá eða? Já, í lendinguna? Já. Það er bara, við dælum þessu í rétt fyrir mót. Já. Þeir eru alveg pottet. Það verður nógu snjór til að lenda í. Já, ég meina við lendum í algjöru snjóleysi í fyrra. Já, hvernig díluðu við það? Gátuð þið keppt yfir höfuð? Það var bara, fórum bara í fristana hjá fólki og bara skröpuðum saman hverju einasta bara korni í bænum og Og létuð það ganga? Við létum það ganga. Já. En nei, þá förum við bara ofar sko. Sækjum bara upp í frostið og upp í fjöllin. Bara upp í fjall. Svolítið meiri vinna. Það er svo mikið æðislegu liði í kringum okkur sem að þetta myndi ekkert ganga upp ef við værum ekki bara, ef það væri ekki allir frendiðinn sko. Já, til ég að hjálpa. Já, við söfnum bara saman og það virkaði, en sem betur fyrir það búið að kyngja niður snjó núna. Já, þið hafði verið rosa heppnir þessi vika, vorið var komið hérna á Akureyri og svo bara þessi vika snjó var alveg látlaust, sérstaklega væntanlega bara fyrir ykkur. Já, við getum ekki kvartað yfir snjónum. En síðan er fínt að koma bara sól bara meðan keppnin er í gangi. Já, það væri mjög. Ekki nóttina samt, eftir kvöldið, en það er svona yfir daginn sko, þannig hlýna aðeins. Hvað eigið þið von á mörgum keppendum, veistu það? Það eru 27 keppendur hjá okkur í ár. Ég held að sé metþátttaka og það er líka metþátttaka af erlendum keppendum í ár. Og það getur ekkert hver sem er sagt bara að mig langar að keppa, það er bara þú þarft að uppfylla. Það getur sagt það, við segjum bara nei. Hvernig farið það? Það er sko, ég er ekki í þeirri nefnd. Nei. Er ekki nógu klár í... Ekki þeim megin? Ekki þeim megin, svo nógu klár í snjóbrauta menningunni til að þekkja það, en við erum með menn í því sem að skáta í raun og veru rætira allt árið og það er eiginlega bara að skoða í hvert skipti fyrir sig hvort manneskja sé hæf að stökkva það árið. Og er þetta þá 50-50 Íslendingar og útlendingar núna, eða hvernig er þetta? Nei, það eru 8 útlendingar. Það sigraði Slóvaki hjá okkur í fyrra, Zoltan heitir hann. Það vakti smá athygli úti, mikla athygli og það er miklu fleiri sem sótt miklu fleiri en 8 útlendingar sem sótt að vera með, en við þurfum að velja einn og líka bara svo að við getum skilað okkur sem besta sjói kvöldið. Er það misskilningur? Ert þú ekki á bretti? Nei, ég er ekki á bretti, eða þú veist, jú, ég á bretti, en ég er nú bara aðalega í skipulagsnefnd og spila tónlist. Já. Þannig að... Og voruð þið með tónleik í gær? Já, á Grænahöttin. Það var opnunarpartíð okkar. Já. Dr. Spock og Uni Misseri sem spiluðu þar. Og er svo meira fjör í kvöld? Já. Það er alltaf mikið fjör sko. Já. Við erum alltaf með off-venue í dag. Já. 66 gráður norður og Backpackers. Já. Er það nýja búðin 66 gráður norður sem var opnað? Já, sem er þarna á horninu. Frábært merki. Það er alveg, það er bara mjög hlýtt og fallegt og fallega flíkur. 66 gráður norður. Ok, nú látum við þessu lokið. En hvað ætlar að bæta við? En svo náttúrulega, þú veist, það er þarna off-venue í dag og svo eru líka tónleikar kvöldið í Selvan. Já, það er mikið að gerast í Selvan. Og það er svona stæðsti tónlistaparturinn kannski. Já, þar koma stóru nöfn. Já, ég var til að bakka þessu í off-venue sem að mér verið svo skemmtilegu partur.
Af því það náttúrulega aldurstakmark á kvöldgíkin okkar. Í Sjallann, og það náttúrulega fullt af krökkum hérna og fjölskyldufólki sem langar kannski að koma og sjá eitthvað af þessum artistum. Já. Og við erum að reyna að stækka þessa off-venue menningu með því að bjóða upp á fría tónleika og í 66 og á Backpackers. Já. Hver er það að spila þar? Vitið þið það? Backpackers í dag, þá verður það, hvað, Stefán Eli og Guðrún, GTRN og svo Egill Spegill, hann ætlar að þeita skífum líka. En svo yfir á 66 þá er það K.A.K, ég, svo Egill Spegill, hann ætlar líka að þeita skífum þar og svo Flóni. Já. Og er þetta líka á morgun svona off-venue eða er það þá? Nei, ekki. Þá er keppnin í gangi kannski bara? Já, það er enda keppni í kvöld líka, í Gilinu. Við færðum okkur á göngugötunni með, það heitir Jib. Hvað er það? Ég veit það, sko, mér finnst alltaf svo erfitt að útskýra þetta, sko, því ég get eiginlega ekki útskýrt þetta sjálfur. Þetta er sem sagt, þetta er meira svona innanbæjar, þó að allt dótið okkar sé innanbæjar snjóbrettakeppni. Þetta er svona meira í áttina í að vera eins og hjólabrettakeppni. Þá erum við með handrið og með minni palla, þú veist, með svona kanta bíla. Alls konar svona obstacles. Bílar sem er það plantað þarna, ekki bara bílar sem eru þarna. Við hoppum bara á bílunum sem við sjáum í Gilinu, sko. Ef þú gleymir bílnum í Gilinu yfir Reykjavík Extreme, þá er hann notaður í brautina. En fer keppnin fram líka á kvöldin? Er þetta ekkert svona yfir daginn? Þetta er ekki þannig, eða hvað? Nei, þetta er ekki yfir daginn. Nema kannski í gær sem var það bara þarna reysið. Já, við byrjaði upp í fjalli í gær. Það heitir Origo Downhill. Origo er með frábæra Sony-vörur einmitt sem geðvik headphone. Við erum með góða styrktaraðila á bakvið ykkur, heyri ég. Já, við stöttum alltaf hátíðin á því og þá er þetta svona brun niður fjallið. Bara hver kemst hraðast? Já, bara fyrstur í mark, sko, sem maður vinnur. Haldið það séu mikil slys á þessum hátíðum? Er mikið að gera á sjúkrahúsinu? Nei. Nei? 7-9-13, það er ekkert tré til að banka í? Nei, auðvitað, ég meina það fylgir auðvitað svona sporti, svona hörðu sporti að fólk meiði sig en við reynum allavega að tryggja okkar megin að allt sé öruggt fyrir alla. Öryggisgrindur og hjálmaskylda og allir þessi pakki. Við náttúrulega viljum, það er best fyrir okkur ef allir koma heilir út í keppni. En það var slys í fjallinu í gær. Var það? Já, ég var að renna mér og það er bara slys út af fyrir sig að ég fara á snjóbretti, sko. Já, varstu komin upp í strítu þá eða eitthvað bratt eða var þetta bara í startaði brunninu og síðan fer ég seinastur og ég segi svona, ég ætla að taka bara rólega, fara niður, bara hafa gaman og ég bara slammaði mjög fast á andlitið og láð þarna einn og skammaðist mín. En þú virðist bara frekar heill í framan. Starfst með skrekkin. Já, ég var bara til kallt. Heyrðu, strákar, tíminn er hlaupinn frá okkur, en þetta er fellega spennandi og skemmtilegt og eitthvað að lokum bara. Mér langar bara kannski að minna fólk á að ætla að koma í Sjallann. Það er metsala hjá okkur í ár og það er búið að vera uppselt núna síðustu 3 ár. Vá, hvar eru miðarnir seldir? Tix? Þeir eru seldir á Tix, þeir eru seldir í Eymundsson og síðan erum við með miða í hurð ef það verður eitthvað eftir. Það er aldrei takmarkið 18 eða eitthvað? Það er 18. En það eru þessi off-venue sem við getum líka mælt með og maður finnur þessu dagskrá væntanlega bara út allt. Þú finnir hann inn á aquax.is eða bara á Facebook og við reynum svona að tróða okkur í andlitið á flestum í bænum og þeir með hjálpa okkur við það. Það er yndislegt. Það er ótrúlega gaman að fá að vera partur af menningunni fyrir norðan á hverju einasta ári. Frábært. Gaman að fá okkur og bara vonandi koma allir heilir heim. Já, takk fyrir okkur. Og handan við auglýsingarnar fáum við söngatriði, svo farið ekki langt.